Suðurnesjum eru Pólverjar mjög fjölmennir. Við hittum hana Daríu sem kom til Íslands árið 2007 en hefur aðeins ílengst. Hún á orðið mann og barn hér á landi og elskar Ísland. En hún í góðu sambandi við sína samlanda og kennir þeim og fleiri innflytjendum 3 tungumál en hún búin að mennta sig hér á landi sem kennari. Daría, hvernig lá leið þín til Reykjanesbæjar? Ég flutti hingað árið 2010. Ég bjó fyrst í Ólafsvík í 3 ár og svo kom hingað, byrjaði að læra og svo að kenna íslensku. Af hverju komstu til Íslands? Bara til að vera 1 ár hér og safna pening til að halda áfram að læra í Pólandi. En hefur ekkert farið heim? Nei, ég ætlaði að fara nokkrum sinnum og svo ákvað að vera áfram á Íslandi og búa hér. Af hverju? Af ég elska Ísland. Mér finnst svo gott að búa hér, það svo þægilegt og rólegt. Já, ég svo örugg hér. Örugg? Já. Og þú komið með íslenskan mann og því ég orðið barn, þannig að þú ætlar þér bara að vera áfram á Íslandi? Já. Ég ætla að vera hér. Við hvað starfaru hérna í Reykjanesbæ? Ég kennari, ég að kenna íslensku Pólverjum og svo pólsku Íslendingum. Og við erum líka með krakkaakademíu sem móðurmannskennsla, kennum krökkum á pólsku, bruna pólsku sem móðurmannskennslu. Út af hverju þið að því? Það voru nokkrir foreldrar sem spurðu mig hverju væri til í að kenna þeim pólsku. Og svo komu fleiri vinir og ættingjar og svo núna erum við með 40 krakkar sem læra pólsku. Það talið vera betra fyrir þau upp á að ef þau vilji læra íslensku eða þau bara að læra bæði málin? Það gott fyrir þau að læra móðurmannskennslu til að vera betri í íslensku og svo líka þau vilja læra meira Póland, menningu og sögu Póllands. Nú mjög mikið af Pólverjum á Íslandi og á Suðurnesjum. Hver þín tilfinning fyrir hvernig þeim líður? Líður þeim vel? Allir jafn ánægðir og þú? Vonandi. Ég veit það ekki. Það eru margir mjög ánægðir og eru ekki að hugsa að flytja aftur til Póllands. En ég held að ef þeir tala íslensku og skilja Íslendinga þá það betur. Já. Það eru náttúrulega flestir Pólverjar sem hafa komið hingað til þess að vinna, en heldur að séu mjög margir sem eru bara að fara að setja stað á Íslandi og eru ánægðir hér? Já, ég held að pólskir menn segja ofta að þau eru að hugsa að fara aftur til Póllands og svo eru svo vanir að vera hér af því það svo rólegt að vera hér og svo krakkar eru öruggir og þau nenni ekki að pæla aftur í að flytja aftur til Póllands. Þannig að það eru öryggir svolítið sem þið leitið í og betri vinna? Já, það þannig. En hvernig hver þín tilfinning verandi kennari hvað mikið af Pólverjum sem vilja læra íslensku? Þyrftu að vera fleiri? Já, þeir eru alltaf fleiri og fleiri og svo fyrst þegar ég byrjaði að kenna þá kom fólk sem var búin að vera hér í 5-6 ár og byrjaði svo að læra íslensku en núna kemur fólk frá Pólandi og svo eftir 2-3 mánuði byrjar strax að læra íslensku. Og hér náttúrulega komið fullt af krökkum sem eru Pólverjar en eru fæddir á Íslandi og þau rauninni verða bara Íslendingar meira eða ekki? Jú, en þeir vilja líka tala við fjölskyldu í Pólandi og senda þeim skilaboð á pólsku og lesa fréttir á pólsku og lesa Póland og allt bara á pólsku. Hefurðu tilfinningu fyrir hvað væri hægt að gera til þess að ná fleiri Pólverjum til þess að vera meiri þáttakendur í samfélaginu, sækja viðburði eða stunda íþróttir? Heldur það þyrfti að gera eitthvað fyrir þá? Já, það væri gott að hafa eitthvað íþróttir fyrir fólk eins og hlaup. Það pólsk hlaup núna 10. nóvember í Reykjavík og það eru 300-400 Pólverjar sem ætla að taka þátt í því. En vilja Pólverjar
vilja Pólverjar ekki sækja það sem í gangi hér og sameinast heimamönnum á viðburðum? Jú, en það þessi tungumálakunnátta. Þeir vita að þeir þurfa fyrst að læra íslensku til að skilja og tala íslensku og svo þeir eru kannski feimnir af því þau tala ensku eða bara pólsku. Já. Eru Pólverjar ekki öruggari með að fá störf ef þeir kunna íslensku? Geta þeir jafnvel fengið betri störf? Jú, en kannski ekki hér í Reykjanesbær af því það flugstöð og það enska sem númer 1. Já. Já, þeir þurfa að læra ensku líka? Já, við erum líka að kenna ensku og þeir eru margir Pólverjar sem koma og læra ensku til að fá betri vinnu eins og flugstöð þegar fyrirtæki. Nú var haldin svona pólsk hátíð í fyrra hérna í Reykjanesbæ og aftur núna. Svona, hvernig líst þér á það? Já, mér finnst það mjög flott. Ég gat ekki hjálpað í fyrra. Ég var í fæðingarorlofi en ég samt kom með strákinn. Og já, það var svo gaman að hitta alla Pólverja og tala við fólk. Já. Og það boðið upp á pólskan mat og Pólverjar alltaf koma að vera með ýmis skemmtiatriði, ekki? Jú, það pólskir krakkar sem læra hjá okkur. Þau ætla að syngja pólsk þjóðsögin og svo mála krakkana. Það verður svona barnahorn fyrir alla krakkana og þau ætla líka að leika. Það verður smá leikrit og svo pólskur matur, það Polish street food. Það verða pierogi og bigos og svo grænmetissúpa og já. Hvaða matur þetta sem þú nefndir fyrst? Pierogi, það besti matur í heimi. Það ánægði með matinn á Íslandi eða þeir að borða mest pólskan mat? Ég held að flestir borða ennþá pólskan mat. Svo líka veitingastaður núna, pólskur veitingastaður sem hægt að panta pólskan mat. Ég held að Pólverjar sakna bara pólskan mat frá Pólandi. Nei, þeir ekki ánægði með íslenska lambakjötið og fiskinn? Jú, en þeir ekki hrifnir að borða sætar kartöflur eða lífrapylsu. En þú? Ég borða ekki kjöt, ég borða bara grænmeti og laxinn sem mér finnst mjög góður. Hilma, þið efnið til pólskrar hátíðar í annað sinn. Geturðu sagt mér í stuttu máli svona hvernig dagskráin verður? Aldeilis, það stefnir í stóra veislu á Nesvöllum 9. nóvember og við erum alveg ofsalega spennt að bjóða alla velkomna, ekki bara íbúa Reykjanesbæjar, heldur alla sem vilja koma og kynnast pólskri menningu, kynnast íbúum Reykjanesbæjar af pólskum uppruna því það þemað okkar í ár eru íbúar Reykjanesbæjar af pólskum uppruna. Við höfum fengið til liðs við okkur konu sem búin að setja saman listsýningu með persónulegum sögum 17 íbúa og það svo gaman að lesa þær og hlusta þær og sjá þær. Við erum með myndbönd sem að segja líka frá fólki. Við erum með street food markað þar sem að hef ekki tölu á fólkinu sem að gera mat fyrir hátíðana. Við erum með svið, það verður 3 sinnum verður sett upp skemmtun á sviði með hátíðaræðum, söng og dans og tónlistarskóli Reykjanesbæjar ætlar að vera með nokkur skemmtiatriði. Fólk af pólskum uppruna ætlar að kenna okkur dans sem heitir Bolognese og ef ég segi þetta rétt, ég veit það svo sem ekki alveg. En þau eru öll ofsalega spennt fyrir að kenna okkur þetta. Ég var eitthvað svona að reyna að líka þessu við íslenska marseringu en það var frekar misheppnuð samlíking. Þannig ég mjög spennt að taka þátt í dansinum og danskompani ætlar að hjálpa okkur að setja dansinn á ekki svið, heldur bara hann verður út allt í húsinu ef ég skil þetta rétt. Og þetta á laugardaginn á Nesvöllum í Reykjanesbæ? Laugardaginn 9. nóvember á Nesvöllum og verið öll hjartanlega velkomin.